Komið sæl, það seinni skákinni Hjörvari á móti Maxi Matlakov. Hjörvar tapaði fyrir skákinni sem að ég var líklega óþarfi, hann kom vel út úr byrjunni og ef hlutin hefði dottið með honum þá hefði hann jafnvel getað telt til vinnings. Algjör óþarfi að hann lendi því að tapa skákinni. Það er flestra mati, örugglega hans sjálfs líka. En Matlakov vann, þannig að Hjörvar varð að vinna hérna með hvítu í skákinni í dag. Og hann ákvað að fara í svona hefðbundnari vopn, C4, hann notaði E4 á móti Stupak, en hefur mest verið að tefla C4 á mótum hérna heima. Við fáum enska leikinn, E5 með sjörstöðum, G3, biskup B4. Þetta er eins og Ross og Líma afbrigði með skiptulitum. Biskup B4 leikur, svona ein af sterkastu leiðum Svarts til að glíma við enska leikinn. Svartir hókar, D3 hjá Hjörvari og nokkuð aggressív leið hérna hjá Matlakov, hann vil leika D5. Hjörvari ákveður að setja biskupin hérna og styrkja valdið á D5 reiknum. Gallinn við þetta er það að þessi leikir er oft svona passa ekkert alveg inn í þessa uppstilningu endilega strax. Hvítur vil bara leika rittur F3 og hróka. Ef við varum með þá tvo leiki núna þá mætti hann eflaust vel við unna. Svartir þetta, heiða leikið D6 og valda P-ið og við varum með hefðbundna stöðu, en við sáum hann hrókur E8, E4 og hvítur er með 1, 2, 3, 4, 5 menn til að stöðva þess að framar á D5. En svartur leikur í samt D7 til D5 og svartur er að koma með svolítið hættulegt frumkvæði. Kóngurinn er fastur ennþá á miðborðinu og hvernig ætlar hvítur að eiga við spennuna. Getur ekki leitt svart að drepa hérna, til dæmis leikur eins og rittur E2, þá er bara einfallega drepið. Við erum helst ekki að drepa með manni og við erum með peði, að þá kemur í baki á okkur þessi hóla hérna á D3. Við getum ekki leitt þetta. Hjörvar að drepa D5 með peði og hérna fór samt og í næsta leikum þá fór Matlakov að leika svona ekki besta leikunum samkvæmt tölvuforritum alveg. Setur upp D5 setur alveg pressa hvítan, það þarf að ákveða hvað hann ætlar að gera og þarf að vanta að drepa með peði, að drepa með riddara, þá kemur drepi hér, kóngurinn slakur hérna, getum ekki gefið þennan, þannig að hann hefur líklega þurft að drepa hér og þá koma svona ýmsir leiki með tempa hjá svörtum, biskup F5, riddar A6 C5 og svartur fær hættulegt frumkvæði og tölvuna metur stöðuna eitthvað betra svartan. Biskup C3 er fín hugmynd, við grafa undan eins og við reytum hérna D5 og E4, getur þá kannski leikið E4 sjálfur í einhvern tilvikum og drepið auðvöldar hér. Hjörvar með biskup, hafði þeir nokkra möguleika, gæti kannski drepið drottningu með peði. Biskup drepið svona lítur eðlilegast út, setur upp D5 og setur upp D5. Biskup F5, rittur A6 kom líka sterklega til greina, en Matlakov leikur biskup F5 og Hjörvar leikur rittur F3. Og hérna leikur beinustu að drepa hér og koma við að fara hvítur hróki. En á einhverjum ástæðum leikur hérna Matlakov rittur B til D7 og Leifur hér var að hróka og hérna voru við nokkuð ánægðir sem vorum að fylgjast með þessu. Fast Hjörvar var að komast inn í skákina, hann með biskupparið og frumkvæði fjarir út og hvítur bara að hróka, þá hvítur bara með betra. Og hérna draf hann ekki á D3. Jú, hann draf á D3. Ég sé hann draf ekki á D3 á hann unnaði að hróka. Og maður hefði haldið að hann hefði líka rittari D7 til að leika rittari C5 og taka hér. En hann tekur núna, þannig að mjög skrítið að taka ekki strax og koma veg fyrir hrókun. Þegar nú er hvítur að einfallega komast vel inn í skákina. E4, rittari E1 og ef við þessi fylgjast með, Helgi ásmátt þetta betra hvítan, tölvuforritin segja betra hvít. Þannig að hér er bara Hjörvar komin í byllandi séns. Frestandi að fara í þessu peði í mörgum stöðum. Henda hérna á D6 og forritin meta þessa stöðu eitthvað betra hvítan, til dæmis í D6 bara hættulegur leikur. Ef við skoðum svona svipað telt í skákinni að svartur reyna að henda ykkur hérna á F3 þá munurinn hérna, nú kemst biskupinn út og hann styrkir bara við peði. Þessi stað er bara hartna raunin á hvítan með rosalegt biskupar hérna. Þannig að tölum svona biskup D4 þótt hann sé svona mennskur, hann kemur í F4 rittari C5, kemur í F4 að svartur leiki E3. Þetta er svona svolítið human leikur. Að þá er eins og svart að fá nægan tíma til að
komast aftur inn í skákina og jafnvel fá eitthvað betra. Ritter eina 5, hrókur C1, drottning D7. Hér var leik A4, það eitthvað hræddu við biskup B5 hérna. Þetta virkar samt svona ekki alveg í takt við stöðuna. Og nú kemur drottning F5 og nú hótar kannski Matlakoff að drepa þetta peð. Drottningin má ekki drepa tilbaka. Við fáum hérna rétt að lína drottninguna. Og það Ritter F3 skák og vinnur drottninguna. Þannig að D6 var líklega réttur leikur, fór þessu peði. Hrókur að D8. Og hérna með tölvunar stöðuna betra hvítan eftir hrókur C7. Hóttum til dæmis að drepa hérna E5. Þá var hún í F7. Og verið styrri góðlega hvítan. Hann með biskupparið, þetta ennþá flókin staða. Auðvitað að segja að tölvun segja þessi betra. Þetta svona mikil dýnamík og báðir hafa sína sensa. En tölvun var ekki sátt eða hann biskupur byrja A7-leik. Og meitur þetta núna betra svartan. Líklegast var betri vörn fólkin hérna í hrókur D4. Og það sést kannski best á ef við skoðum hér. Ef svartur leikur eins og skákinni Ritter F3, þá getum við drepið og leikið hrókur F4. Biskup F4 er glæði líka en hrókur F4 hótar hennilega bara að vinna þetta peð strax. Þá kannski eigum við einhverja séns að hvitt. Eftir hrókur D2, þá kom Ritter F3 og hérna líklega kom annar ónákvæmur leikur, hann dreif með biskup. Líklegast aðeins meira haldi að dreif með rittara og leika biskup F1. Þá allavega eigum við hennar biskup til að styrkja við peðið ef með þarf. Þetta er samt ennþá betra svartan eftir Ritter E4 og til dæmis hætta líklega þarf hvítur að fara að skipta með hérna. Ef hann leikur hrókur D4 þá var svartur Ritter F2 fyrir taktík en gengur upp út af hrókur E2 hérna í lokin. Það er erfið staða og Hjörvar valdi hérna að með biskup, kannski skilur lagkurinn. Og leikur núna hrókur D4, hótar hrókur F4 en þá kemur Ritter E4, stoppar það hótar að taka þetta peð hérna en nú sjáum við að það eru bara magn uppskipti hérna hópkaup.is og því miður þá á Matlakoff þennan sterkaleik B5 sem að setur á biskupinn stendur ekki sérstaklega og vinnur svo þetta peð hérna. Hér var leikur hrókur E1, Matlakoff skautinn B3 A4 og hérna verða bara ennþá frekar uppskipti og eftir þau hefur þetta alveg fjara út, hann loftaði út og þeir leiku hérna tveim leikir til viðbótar og söndum jafntefli hvítur. Það er engin leið að tefla þetta til vinnings á þessu leveli og flestum levelum. Engin leið að búti frípeð að gera nokkuð skapaðan hlut. Þannig að jafntefli niðurstaðan og Matlakoff fer áfram, vinnur þetta í 1,5 en Hjörvar má mjög vel vinna, sýndi á köflum mjög flotta tafelsku og sterkar hliðar, flottan byrjunundirbúning vann þarna hvítrússan Kýrios Stúpak og á góðum degi þá hefði önnur hvort skákin hreinlega getað dottið til Hjörvars á móti Matlakoff og hver veit þá í bráðabanna getur hvað sem gerst. Hefði verið gaman þar sem að hefði þá fengið einu vantarlega Wojtasek og Carlsen næst en ekki að þessu sinni, þannig að við vonum bara Hjörvar taka þetta sem góða reynslu og bæti sig, komið sterkari næst og við hlökkum til þess. En takk fyrir í bili og sjáum síðar.